annað en bara ræður. Já, Þá er það stóð. Ég ákvað að fara ekki frá þér með þessu fundumæri frá. En nú ertu klár, þetta er næstu, ég er ekki að hanga hérna. Ekki bara, þetta er ekki það. Ég held þessi að nú allt komið fyrir þessi kemur. Þannig að það sé bakteríu frá þessum að ringa upp. bara svona, þú veist, það er einu sem þetta eru.
2.
Góðan daginn, kæru félagar, og verið velkomin á þennan kynningafund okkar innleiðingu styttingu vinnuvikunnar í dagvinnu. Það stóð til að halda stóran fund á Hilton þar sem við myndum öll koma saman og kannski líka sem smá uppskeruhátíð fyrir okkur öll að fagna þessum áfanga að þetta væri komið inn í kjarasamninga, en sömuleiðis til þess að fara yfir hvernig ætti að standa að innleiðingunni á hverjum vinnustað fyrir sig. En við þurftum að breyta þeim plönum eins og svo margir þurfa að breyta sínu skipulagi þessa dagana. Og við ákváðum þá í staðinn fyrir að vera með þannig fund að þá vildum við reyna að ná fram reynslusögunum frá þeim sem að hafa stytt vinnuvikuna á sínum vinnustöðum og ákváðum þess vegna að búa til eins konar stuttan þátt. Og það er það sem við viljum sýna ykkur hérna á þessum fundi í dag. Fyrst af allt að fara yfir myndbandið okkar, það sem er viðtöl við þá sem hafa reynsluna, og síðan í framhaldinu ætla ég að fara stuttlega yfir glærur ferlið, þannig að allir hafi það vel í fingrunum hvernig standa styttinguna á sínum vinnustað. Og svo verða spurningar og við hlökkum mjög til að heyra frá ykkur og ég minni á að það sé mikilvægt að haka við eins og sést á glærunni að allir panelistar og allir attendees fái skilaboðin og þá sjáum við þetta betur. Og fyrirkomulag verður þannig að Dagný situr hérna út í sal, lögfræðingur BSRB, og hún ætlar að lesa upp spurningarnar og ég svara eða við í sameiningu. En við ætlum að byrja á myndbandinu, bara hlakka til að sjá það með ykkur. Eftir áralanga baráttu BSRB og aðildarfélaganna eru núna loksins komin inn ákvæði styttingu vinnuvikunar í kjarasamningana. Í þessu felst að núna er hægt að stytta vinnuvikuna hjá dagvinnufólki í alltaf 36 stundir á viku og þessar breytingar eru að taka gildi í síðasta lagi 1. janúar 2021. Það er auðvitað einkennilegt að vita til þess að vinnuvikan hafi ekki breyst í næstum því 50 ár. Ef við horfum til þess hvernig samfélagið var á þeim tíma að þá voru mjög fáar konur á vinnumarkaði. Það var ekkert internet og engar tölvur. Þannig að við teljum að það sé löngu orðið tímabært að endurskoða lengd vinnuvikunar. Með styttingu vinnuvikunar er markmiðið að bæta vinnustöðamenningu og nýtingu vinnutíma. Hún mun einnig auka skilvirkni, bæta gæði þjónustu og tryggja gagnkvæman sveigjanleika. Þannig mun styttingu vinnuvikunar stuðla að bættum lífskjörum og auðvelda fólki að samræma fjölskyldulíf og vinnu. Þetta sýna niðurstöður tilraunaverkefna sem Reykjavíkurborg og ríkið stóðu að ásamt BSRB. Þegar við vorum valin í þetta tilraunaverkefni sem við tókum þátt í þá bara lyfti standinn mjög mikið. Þetta er náttúrulega sem málaflokkur sem við vinnum við, hann er krefjandi og erfiður og það hafði bara mjög góð áhrif á vinnustæðinni í heild. Það var svona yfirlýst markmið allra sem tóku þátt í verkefninu eða styttingunni að láta þetta ganga upp og í rauninni þá fannst okkur öllum það bara ganga mjög vel og jákvæðni var einkennandi í hópnum og lýsti sér og kom í betri starfsánægju á vinnustæðunum. Þannig að það var bara af henni góða fyrir vinnustæðin að þetta var innleitt. Já, ég á þrjú lítil börn og þetta hafði bara mjög mikil og góð áhrif á fjölskyldulífið. Að geta hætt á hádegi á föstudögum og geta þrifið bara í íbúðina okkar og undirbúið helgina og sótt börnin fyrir útrétt ýmis verkefni var bara gríðarlega mikilvægt og gott fyrir geðheilsuna á heimilinu. Styttingi fór að nýtast mér að það var að fara 3:30, þá losnaði ég við umferðina og þá var ég komin fyrr heim og þá gat ég nýtt tíman heima betur. Mér finnst rosalega gott þegar ég kem heim að setjast niður og prjóna. Þegar það þurfti að brasa í umferð og annað, þá var maður rétt komin heim og þá þurfti maður að fara að strax að elda
og sinna þá heimilisstörfum. Heldur en þarna gat ég sitið heima í klukkutíma, 2 tíma og svo getið fyrir sinna heimilisstörfum. Það sem maður fann mest fyrir leið að dagurinn lengdist. Einhvern veginn var miklu meira úr deginum eftir að maður var búinn í vinnu og hvort sem var til þess að eiga með fjölskyldu eða áhugamálum. Þannig að þetta var stór breyting. Ég á 5 börn og með því að fara inn í þetta verkefni og vera þátttakandi í þessu verkefni að þá ætlaði ég mér að gefa þessa styttingu vinnuvikuna til fjölskyldunum minnar. Ég ákvað að fara ekki í ræktina eða slíkt, heldur að gefa hætta að leyfa börnunum mínum að stytta sinn vinnudag og að þau kæmu fyrr heim, þannig að þau voru komin heim klukkan 3 í staðinn fyrir milli 4 og 5 og við byrjuðum lærdóminn, eldamennskuna saman. Þannig að það var alveg ótrúlega gaman að kynnast í að fá að vera klukkutíma á undan áætlun og þessi svona úlfatími, þessi erfiðasti tími fjölskylduna, sérstaklega svona yngri barna þar sem allir eru þreyttir seinnipartinn. Við einhvern veginn sluppum alltaf við hann og vorum einhvern veginn á undan alltaf áætlun. Og það er bara svona lýðheilsumál að fyrir foreldra að vera með auka klukkutíma á dag með litlu börnunum sínum og auðvitað úlingunum líka, að þetta gefur manni mikið svona lífsfyllingu og líka þessi samvera, hún verður einhvern veginn jákvæðari af því að þessi úlfatími hann verður oft maður að slökkva og elda, þau börnin gráta, eru orðin þreytt og eru ekki tilbúin í samstarfi að klára eins og heimalestur og annað sem er krafist af okkur foreldrum í dag. Þannig að þetta var plús að fá að kynnast þessu. En með því að stytta vinnuvikuna þá erum við líka að stuðla að auknu jafnrétti á vinnumarkaði. Þegar konur eru líklegri til þess að minnka starfshlutfall sitt eða óska eftir auknum sveigjanleika til þess að vera meira með börnunum sínum eða sinna heimilistörfunum og þegar vinnuvikan er stytt að þá fá feður tækifæri til þess að taka aukinn þátt í þessum verkefnum og þannig jafnast ábyrgðin heima við sem hefur þá áhrif á atvinnuþátttöku kvenna, hvort það treystir sér til að vera í hærra starfshlutfalli og það hefur áhrif á launin þeirra og síðan lífeyrissjóðsgreiðslur þegar því kemur. Með styttingu vinnuvikunar getur einnig dregið úr umferð á háanna tímum. Þar sem útfærslan verður mismunandi eftir vinnustöðum má búast við að einhverjir byrji eða endi vinnudaga sína utan mestu álagstímana í umferðinni sem dregur úr mengun og sparar þeim og öðrum tíma. Reynslan sýnir okkur að styttingu vinnuvikunar stuðlar að aukinni jákvæðni og meiri starfsgleði á vinnustöðunum. Ef rétt er að henni staðið fylgir viðhorfsbreyting sem verður til þess að starfsfólk sýnir aukið frumkvæði í vinnunni og allir leggjast á eitt til að finna tækifærin sem felast í að bæta skipulag vinnunar. Sko þegar við fengum boð það að taka þátt í verkefninu að stytta vinnuvikuna, þá var í raun og veru fyrsta spurningin hjá mér hvort að allir væri tilbúnir í þetta verkefni. Og í raun og veru snerist fyrsti fundurinn okkar það. Og það voru kannski ekki allir sem sáu fyrir sér að það væri hægt að fara úr 40 tíma vinnuviku niður í 37 tíma vinnuviku og við ættum að skila sömu þjónustu og við fengjum ekkert að auka fjármagn með verkefninu. Ég sem stjórnandi fór að velta fyrir mig hvernig ég geti innleitt þetta verkefni og mín hugmynd var að þetta yrði að koma frá starfsfólkinu, hvernig þau sæju að það væri hægt að sinna þeim verkum sem þau höfðu unnið á ákveðnum tíma á skemmri tíma. Og við skiptum okkur niður í raun og veru vinnuhópa eftir deildum og svona þar sem hver og einn deild fóru ofan í hvaða verkefni hún þyrfti að vinna og hver og einn starfsmaður fór líka yfir það og það var skoðað, skólinn opnar 7:30 og það var nákvæmlega þannig, það var skoðað bara hvað er gert og þarf að vinnast á milli 7:30 til 7:45. Og svo hélt þetta bara svona áfram, frá 8 til 8:45 til 8:30 og farið yfir dagskipulagið og hver einn starfsmaður fór að skoða vel hvað er ég að gera hérna fyrsta hálftíman í vinnunni.
og hvað ég líka ná að afkasta miklu. Starfsfólki sagði að þetta var bara mjög áhugaverð vinna. Vegna þess að í raun og veru höfðum við kannski ekki hugsað það hvernig við erum að nýta tímann, við höfum kannski meira verið bara að hugsa viðveruna. Síðan þegar þessari vinnu var lokið, að þau töldu að þetta lægi svona svolítið ljóst fyrir hvernig þau sæju fyrir sér að þau getur stytt vinnuvikuna, þá komum við aftur saman og þau í raun lögðu fram tillöguna, sem var tillagan að hver og einn geti farið hádegi heim til sín, einu sinni í viku. Og þetta var bara niðurstaða þeirra alla, þetta væri besta formið fyrir okkur. Og þegar ég fór að skoða þetta síðan, þá var ég svo sammála því, en ég gerði mig líka grein fyrir því að það voru ákveðnar ytri aðstæður sem þyrfti að breytast hjá okkur. Sú reynsla sem ég með gekk út á það að ná samstöðu. Og samstæðan þurfti að vera innan starfsmanna hópsins og annars vegar á milli innbyrðis stjórnenda og síðan alls hópsins. Og það var gert hjá ríkisskattstjóra þannig að við héldum starfsmannafund, stóran starfsmannafund, þar sem voru allir starfsmenn og við kynntum þetta verkefni að þetta væri stór áskorun sem við stæðum fram fyrir að takast á við það að fara í það að stytta vinnuvikuna. Með því að gera þetta svona, með því að hafa stóran starfsmannafund, þá urðu allir starfsmenn eigendur þessa verkefnis. Það voru allir sem voru með í því. Stytting vinnuvikunar fólst raunverulega í því að vinna hraðar, að afkasta jafn mikið á styttri tíma. Það eru margar leiðir til þess. Ein er svo að draga úr slóri og hangsi, stytta fundi, hafa þá markvissari heldur en kannski þeir vilja verða. Og svo er mikilvægasti hlutin af þessu, það er að stytta ferla. Einn starfsmaður sagði við mig, og mér er það minnistætt, vegna þess að það voru mjög fáir sem voru andsnúnir þessu, ég get ekki hlaupið hraðar. Og svarið við þeirri spurningu, geturðu hlaupið styttri vegalengd? Geturðu breytt ferlánum þannig að þú getur afkasta meiru? Veikindaprósentan er mæld hérna og við höfum verið að liggja frá svona kringum 10%. Og ég áttaði mig alveg á því að ef við myndum ekki ná veikindaprósentunni niður í 5%, þá myndi þetta vera frekar þungt. Og við ræddum þetta alveg opinskátt að ef í raun og veru að þetta ætti að ganga upp, þá yrðum einhvern veginn að horfa til þess að við þyrftum að ná veikindaprósentunni niður. Og við gáfum okkur bara 5%. Síðan fórum við að velta fyrir okkur, hvað gætum við hugsanlega gert til þess að ná því, og þá tókum við þá ákvörðun alveg í byrjun að setja okkur ákveðnar leikreglur, vegna þess að það var virkilega vilji starfsmannahópsins að þetta myndi ganga upp. Síðan tókum við þá ákvörðun líka, að því við erum ákveðin mannafla og við vorum ekki að fá auka fólk inn, að það væri mjög mikilvægt að starfsmenn væru í vinnunni þegar vinnutími þeirra væru. Að starfsmenn geta alltaf gengið út frá því að allir væru með viðveru á staðnum. Og þá var tekin ákvörðun það að öll skrepp væru ekki í boði á vinnutíma. Og fólki fannst það tiltölulega auðvelt vegna þess að í til dæmis þessu tilfelli, bara sem dæmi, þá átti ég alltaf frí eftir hádegi á miðvikudögum næsta árið. Þannig að það er tiltölulega auðvelt fyrir mig að panta klippingu eða sjúkraþjálfun eða fara til læknis eða einhverjar opinberar stofnanir, að því ég veit að á þessum tíma er ég ekki í vinnu. Stytting vinnuvikunar í dagvinnu, hún verður innleidd á hverju vinnustað fyrir sig og þar byggir þetta á því að þessi samtal milli starfsfólk og stjórnenda bestu leiðirnar til þess að nýta tímann betur, þar að segja fara yfir skipulagið og verkferlana og tímastjórnunina til þess að þetta ná fram styttingu vinnuvikunar. Fyrsta skrefið er að stofna sérstaka vinnutímanefnd á hverjum vinnustað. Vinnutímanefndin mun greina verkefnin, finna álagspunktana og meta þarfir starfsmanna í styttingarferlinu. Boðað verður til fundar á vinnustaðnum til að ræða styttinguna. Þar þarf til dæmis að ræða skrepp á vinnutíma, notkun samfélagsmiðla og fleira. Þar þarf einnig að ræða hversu mikið vinnutíminn verður styttur. Að lágmarki á að stytta 65 mínútur á viku
en að hámarki 4 klukkustundir, niður í 36 stunda vinnuviku. Stytting vinnuvikunar á að fela í sér gagnkvæman ávinning vinnustaðarins og starfsfólks. Á þeim vinnustöðum sem tóku þátt í tilraunaverkefnum styttingu vinnuvikunar tókst vel til að endurskipuleggja starfsemi og auka samvinnu þannig allir gætu notið styttingar án þess að skerða þyrfti þjónustu. Og það fyrsta sem við gerðum var svona fara í skoðun á fundasetu og það eru vikulegir starfsmannafundir hjá okkur sem að við taldum að við þyrftum að kötta niður, þannig að það sem að við horfðum til var að minnka það helming og svona fyrsta sem við gerðum. Síðan ræddum við alla starfsmennina það sé mikilvægt að það væri mikilvægt að huga hvernig fundasetu væri háttað og tímastjórn væri mjög mikilvæg. Þannig að það var svona það sem við lögðum upp með að það væri mikilvægt að gera. Við höfðum í rauninni bara til hvers og eins starfsmanns að huga vel að tímastjórnun í sínum daglega ramma. Þannig að fólk var bara hvatt til að skoða sína dagbók og niðurnjörfa aðeins betur hvernig það gat nýtt betur tímastjórn. Og ef ég tala fyrir mig sjálfan þá þurfti ég að fara í algjöra endurskipulagningu á í rauninni minni vinnuviku til þess að láta hlutina ganga upp. Og það svona krafðist allar kúnstar að gera það. Því að maður vill fara samviskusamur inn í helgina ef maður hætti fyrr. Og það hafðist en það var svona, já, maður þurfti aðeins að fínpússa og nýta tíma betur. Því að það er í rauninni 1/10 af vinnuvikunni sem var skorið niður hana hjá okkur. Við sem vinnustaður, við byrjuðum á því að skoða vinnudaginn okkar, hvernig við erum vön að vinna og út frá því að þá fórum við á tímastjórnunarnámskeið sem að ráðgjafi utan Reykjavíkurborgar kom og ráðlagði okkur svona hvernig við ættum að fara að því að endurskipuleggja vinnudaginn. Stytting vinnuvikunar mátti ekki bitna á gæði þjónustunnar. Þannig að með því að vera búin að rýna inn í vinnudaginn okkar þá sáum við það að við gátum auðvitað stytt vinnudaginn klukkutíma og við náðum að sinna þeim verkefnum sem okkur er ætlað að sinna. Sko áherslan þegar stytting vinnuvikunar var farið í gang með það var aðal áherslan lögð á það að ekki skerða þjónustu við viðskiptavini og með mikilli skipulagsbreytingu og vinnu að þá tókst það að halda fullri þjónustu og jafnvel bæta þjónustuna fyrir viðskiptavini. Stytting vinnuvikunar fólst raunverulega í því að afkasta jafn miklu á styttri tíma. Og það þýddi það að við þurftum að hugsa hlutina upp á nýtt. Eitt af því sem við gerðum það var að það sem við getum sagt tæknivæða meira, þar að segja að viðskiptavinurinn geti afgreitt sig meira í gegnum vefinn. Það var reyndar á dagskránni að gera það en þetta ýtti á það. Eitt af því sem við lögðum áherslu á það væri að við þurfum að draga úr skreppi, draga úr svona frátöfum, hangs yfir netinu og eitt af því sem við bentum fólki á að stytta morgunverð, það er morgunverður hjá ríkisskattstjóra á morgnana og það stytta þann tíma sem menn eru í morgunverði. Sumir notuðu föstudagana til þess að fara til hárskera og rakarastofu og svo framvegis þegar það þurfti á því að halda þeirri þjónustu. Þannig að í heildina kom þetta vel út, það var minna fráskref. Skammtíma veikindi drógust sama en við vorum reynda það óheppin að við lentum í langtíma veikindi nokkra starfsmanna á þessum tíma. Þannig mér minnir nú að heildarveikindatíminn hafi nú verið eitthvað svipaður, ég vil heldur meiri, skammtíma veikindin voru minni og það er það sem skiptir með langmestu máli. Það bara sýnir sig að það er meiri starfsánægja þegar að fólk hefur meiri frítíma og getur varið sér meira jafnvægi á milli einkalífs og vinnumarkaðarins. Eitt af því sem þarf að ákveða á hverjum vinnustað er fyrirkomulag matar- og kaffitíma. Áður var matartíminn ekki hluti vinnutímans en starfsfólk átti rétt á samtals 35 mínútum í kaffitíma á vinnutíma. Reynslan sýnir að á flestum vinnustöðum nýtti starfsfólk kaffitímana í hádegismat og gat því hætt fyrir á daginn. Þrátt fyrir það hefur starfsfólki getað tekið sér kaffi á morgnana og síðdegis en þeir kaffitímar hafa verið sveigjanlegri.
Á þeim vinnustöðum þar sem stytt verður niður í 36 stunda vinnuviku mun starfsfólki gefa eftir forræði á kaffi- og matartímum svo þeir verði sveigjanlegir. Það þýðir ekki að kaffi- og matartímar verði ekki til staðar. Starfsfólk mun áfram hafa rétt til að fá sér hádegismat og taka kaffipásur. Sérstaklega þarf að huga því hjá starfsfólki sem með bundna viðveru þannig að það geti tekið eðlileg hlé. Varðandi matar- og kaffitíman, að ég nefndi að við höfum sem sagt 35 mínútur samkvæmt kjarasamningi á dag. Við fórum niður í 30 mínútur. Sko, ég sem stjórnandi gerir mér algjörlega grein fyrir því að ég get ekki farið fram á það við starfsfólki mitt að það sinni 8 tíma vinnu og það fái ekki kaffi eða matartíma. Og þetta er líka það sem við bara ræddum okkar á milli. Það var bara yfirlýst markmið hjá vinnustaðnum að þrátt fyrir það að við varum að hætta fyrr að þá var svigrúm til þess að fólk gæti í rauninni þegar eftir þungt viðtal eða þunga fund gæti sest niður og pústað og fengið sér kaffi og tekið smá pásu. Þannig að það var ekki tekið frá okkur en fólk var bara meðvitað um það að kannski værir ekki að taka 15 mínútur og þú nýtti bara þann tíma sem þú hafðir betur. Þannig að fólk var bara heilt yfir meðvitað um það og var samviskusamt á að vera ekki að misnota þessar pásur sem eru við lýði á flestum vinnustöðum. Þegar við kemur kaffitími til dæmis, þá voru kannski einhverjir hræddir að við myndum kannski missa þá eða ekki geta farið í kaffi, það væri bara bannað. En raunin var svo að þeir sem vilja og þurfa að fara fram, fá sér pásu, fá sér kaffi, te eða bara smá stund að spjalla við einhverja vinnufélaga sem vinna á einhverjum öðru stað á vinnustaðnum. Það er alltaf rými og þú getur alltaf gert það. Það er ekki spurning. Þegar þessum samtölum er lokið vinnur vinnutímanefndin úr niðurstöðunum og býr til tillögu, eina eða fleiri, að breyttu skipulagi vinnutíma og fyrirkomulagi hléa. Þar eru ýmsar útfærslur í boði. Til að mynda er hægt að stytta vinnutíman daglega. Miðað við vinnutíma sem í dag er frá klukkan 8 að morgni til 4 síðdegis væri hægt að hætta klukkan 12 mínútur yfir 3. Önnur útfærsla væri að taka styttinguna alla út á sama degi og safna þannig upp mínútum sem verða á endanum 4 klukkustundir. Sá sem byrjar að vinna klukkan 8 að morgni fer þá heim á hádegi. Þá má hugsa sér blandaða leið þar sem tekin er styttri stytting, til dæmis hálftíma 4 daga vikunar og lengri stytting 5. daginn sem í þessu tilfelli væri 2 klukkustundir. Eins og sést geta útfærslurnar verið með ólíkum hætti. Tillögurnar eru svo kynntar og ræddar af starfsmönnum og stjórnendum. Þá er unnið samkomulag sem fer í atkvæðagreiðslu meðal allra starfsmanna og stjórnenda. Þegar niðurstaða atkvæðagreiðslunar er ljós er niðurstaðan kynnt og send ráðuneyti eða sveitarfélaginu sem vinnustaðurinn heyrir undir. Ef ekki tekst að ná samkomulagi tekur sérstakur hópur sérfræðinga frá vinnuveitundum og stéttarfélögum við og aðstoðar vinnustaðinn við þá vinnu sem nauðsynleg er til að ná fram styttingu vinnuvikunar. Lokaskrefið í þessu ferli er svo innleiðing á vinnustaðnum. Henni á að ljúka í síðasta lagi 1. janúar 2021 en vinnustaðir geta ákveðið að byrja fyrr ef það hendar. Og það er mjög mikilvægt að undirbúa þetta vel og ekki spara kannski tíman í það. Vegna þess að því betri undirbúningur þá gengur þetta mun betur fyrir sig. Við gerðum okkur líka grein fyrir því að við verðum að setja þarna upp ákveðið kerfi og það er ekkert kerfi 100%. Þannig að við ákveðum líka það að þegar það kemur ljós gallar á því sem við verðum að gera, þá myndum við taka því líka með ákveðna æðruleysi og skilning. Við myndum að skrifa það niður og skoða það og láta það svolítið liggja. Og við ákveðum að láta kerfið rúlla. Við erum búin að hanna þetta, við erum búin að hanna ákveðnar leikreglur, nú förum við bara af stað og við látum þetta rúlla í 1-2 mánuði. Helst vildum við svolítið láta þetta rúlla hreinlega í 3 mánuði. Og við gerum okkur öll grein fyrir því að það eru einhverju drullupollar þarna. Og síðan myndum við bara halda vel utan þá og setjast svo öll aftur niður og ræða það hvað fór úrskeiðis. Og það þyrfti ekki að ræða það í neinum æsing eða leiðendum, við bara myndum gera ráð fyrir því. Það sem kom mér á óvart sem stjórnandi var hversu lítill galli var á kerfinu okkar. Hann var bara alls ekki mikill og
Þannig að þetta var svona meira fínpúsning sem við þurftum að fara í og við vorum öll sammála því að það var gott að leyfa kerfin að fara af stað og bara leyfa því rúlla bara í svolítinn tíma. Þetta ferli kann að virðast flókið, en þetta er í grunninn mjög einfalt. Af því við erum að byggja þetta upp á þessi samtal á vinnustaðnum, þar sem að fólk finnur út í sameiningu hvernig megi skipuleggja sig betur og þannig stytta vinnuvikuna. Þetta er líka mjög mikilvægt tækifæri, af því þetta eru fyrstu breytingarnar á vinnutíma innan hálfa öld og þess vegna vonumst við þetta til þess að allir taki virkan þátt í samtölunum á sínum vinnustað. Ég vona að þið séu eitthvað fróðari eftir að hafa heyrt þessar fínu reynslusögur frá fólki. Það eru komnar margar fínar spurningar og við ætlum að safna þeim öllum saman og fara yfir það hérna eftir. En fyrst vil ég fara aðeins yfir ferlið. Við auðvitað aðildarfélög BSRB og við sem erum í svokölluðum innleiðingarhópum, það eru samstarfshópar með viðsemjendum, höfum auðvitað fylgst grannt með hvernig ferlið er að fara af stað á vinnustofunum og það er ljóst að það er mjög misjafnt. Einhverjir hafa ekki skipað sína vinnutímanefndir, aðrir hafa skipað þær og þær eru komnar vel á stað og einhverjir eru búnir. Þannig að þess vegna er þessi kynning bara út frá því að fara yfir ferlið frá A til Ö. Það eru auðvitað búið að nefna það einhverju leyti í myndbandinu en þetta virðist flækjast fyrir mörgum og þess vegna held ég að sé gott að fara yfir það. Það er búið að búa til leiðbeiningarbækling sem er hægt að nálgast á heimasíðu hjá ríkinu og hjá borginni og þar má sjá raunverulega þessa yfirlitsmynd yfir ferilinn og það skref sem er kannski hvað stærst í þessu er þriðja skrefið, það er samtalið á vinnustaðnum. En ég ætla semst að fara í gegnum hérna skref fyrir skref. Í fyrsta lagi er það þannig að vinnutímanefndin er stofnuð og það er forstöðumaður sem kallar eftir tilnefningum á hverjum vinnustað fyrir sig. Þegar við vorum að semja um þetta, það var auðvitað mjög flókið að fanga orðalag sem að næði yfir stofnanir af því þær eru svo misstórar. Þannig að við tökum eins og Landspítala með 5.000 manns að þá er ljóst að vinnutímanefndirnar þurfa kannski að fara eftir deildum eða sviðum. En svo erum við kannski með sveitarfélög þar sem það eru svo fátt starfsfólk að allt starfsfólk sveitarfélagsins lítur á sig sem samstarfsfólk og þá geti jafnvel verið ein vinnutímanefnd þar. En það hafa komið upp dæmi þar sem er verið að nefna að það séu til dæmis ein vinnutímanefnd fyrir fjölmarga leikskóla sveitarfélaga eða álíka. Það var ekki alveg hugsunin í þessu. Af því það er eiginlega galdurinn við það að geta nýtt tímann betur er að fólkið í nærumhverfinu, fólkið sem er að sinna störfunum eins og Guðrún Jóna leikskólastjóri lýsti svo vel, sé að fara yfir sín verkefni og hvernig megi nýta tímann betur. En í þessari nefnd eru bæði fulltrúar starfsfólks og vinnustaðar, þannig að það er stjórnandi sem tilnefnir og líka starfsfólkið og það sem þarf að passa upp á er að þeir sem eru í nefndinni endurspegli svona fjölbreytileika starfa, af því þau eru mjög mismunandi og sérstaklega þarf að horfa til þess hvort að fólk sé með fasta viðveru eða bundna viðveru eða hvort hún sé sveigjanleg. Ástæðan fyrir þessu er að það er mjög auðvelt fyrir fólk sem nýtur mikil sveigjanleika varðandi vinnutíma eða bara viðveru á vinnustað að aðlaga sig að styttingu vinnuvikunar en það er önnur saga þá sem að þurfa raunverulega afleysingu frá sínum störfum og þess vegna þarf að bregðast við með sérstökum hætti. Og síðan þá að þetta sé líka eftir stéttarfélagsaðildinni, þannig að minnst okkur einn fulltrúi sé frá aðildarfélögum innan BSRB eða ASÍ eða BHM og svo er líka félag leikskólakennara búið að semja um þetta í dagvinnunni. Vinnutímanefndin kemur þá saman og hún hefur raunverulega þetta fræðslu hlutverk og upplýsingar hlutverk, þannig að hún er svolítið að greina stöðuna á vinnustaðnum og velta fyrir sér hvar sóknarfærin eru. Og fyrsta verkefni hennar er að kynna sér alltaf fræðsluefni sem er búið að búa til og ég kem hérna að á síðustu glærunni hvar má finna það. En hún
er þá raunverulega bara til þess að svona sýna fólki hverjar gætu mögulega leiðir verið í þessu og örva samtalið á vinnustaðnum og í því felst raunverulega hennar undirbúningur. Og svo er þetta alltaf gott að skoða hvað rannsóknirnar segja þetta og það er fræðsluefni það í bæklingnum. En aðalatriðið til þess að stytta vinnuvikuna er að skoða hverju megi breyta í skipulaginu, eins og þau sögðu líka svo vel frá í myndbandinu, eins og í verklaginu samvinnunni tímastjórnun og raunverulega hverju þarf það að breyta til þess að ná þessari hámarksstyttingu. Og síðan þegar vinnutímanefndin er raunverulega búin að kortleggja þetta, að þá boðar hún til fundar með öllu starfsfólki. Og þetta þarf ekki að vera bara einn fundur, þetta gætu þetta verið fleiri að fyrir eftir hvernig samtalið er á vinnustaðnum og svona hversu raunverulega flókið kannski fólki finnst þessar breytingar. Hugsunin er að þetta væri eins konar þjóðfunda fyrirkomulag, af því að það væri verið að passa upp á að allir getur komið sín á framfæri og það væri svona verið að hjálpa fólki að hugsa hlutinu upp á nýtt. Og náttúrulega mjög gott ráð líka sem kom fram að fólk væri að fara yfir vinnudaginn bara frá korteri til korters til þess að átta sig á því af hverju erum við að gera þetta svona og ef svarið er að þetta hefur alltaf verið svona að þá má kannski fara að skoða hlutinu upp á nýtt. En þau vinnutímanefndin kynna sér niðurstöðu sinna greininga og svona það sem að þau hafa séð varðandi sóknarfærin, en síðan er aðalmálið að starfsfólkið sé að finna út úr því í sameiningu á þessum fundi hvað sé hægt að gera. Og þegar það er búið að finna leiðina til þess að nýta tímann betur, að þá að ræða hvernig megi aðlaga hléin að breyttu fyrirkomulagi og síðan þá að ræða hvenær það er að taka gildi. En það eru þó nokkrir þættir í þessu umbóta samtali sem að þarf að skoða og í leiðbeiningabæklingi þetta eru til dæmis þessar spurningar, ég ætla ekki að fara yfir þær allar, þið getið nálgast þær í bæklingnum, en þær geta hjálpa fólki að svolítið hugsa hvað það er sem að þarf að ræða. Það er þannig núna að starfsfólk er með 35 mínútur í kaffitímana sína sem telst sem hluta af vinnutímanum, ætla ég að segja. Og það er svona algengast að fólk hafi tekið þessar 35 mínútur og sett þær í hádegishlé, sem þýðir í staðinn fyrir að vinna frá 8 til hálf 5 á daginn, ef við tökum sem dæmi, að þá er búið að stytta vinnudaginn sem því nemur og þess vegna er hefðbundinn vinnudagur 8 til 4. Núna með þessari breytingu, að þá er heimilt að segja að í staðinn fyrir að hafa skipulagt matarhlé, að sem að starfsfólk getur ráðið því hvort það fari út úr húsi eða hvað það geri, að þá verði hléin sveigjanleg og fólk fær áfram að matast og það fær sér kaffi og stendur upp eða bregður sér frá störfum eftir það sem það er hægt. En það verði sérstakt skipulag fyrir þá sem eru með föstu viðvöruna og þurfa að fá afleysingu. Þannig að þá fái þau að vita raunverulega hvenær þau mega gera ráð fyrir sínum hléum frá störfum. Það hefur svolítið brunnið á spurningum það hvort að styttingin gangi að það sé eingöngu hægt að ná 4 tímunum ef að það sé verið að gefa eftir og spurningur að fólk vil ekki raunverulega selja kaffitímanu upp í styttinguna, en það er ekki þannig að hléin hverfi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að allir hafi það í huga. Það er bara verið að umbreyta þessu forræði á þeim og þau eftir sem áður að vera til staðar, en hins vegar er það hluti af samtali starfsfólks að finna hvernig megi minnka sóun á tíma. Síðan eru hérna nokkuð dæmi hvernig megi stytta vinnuvikuna. Það er til dæmis hægt að gera það daglega og ef að matar- og kaffihléin eru skipuleg á vinnustað og það er búið að finna leið í umbótasamtalinu til þess að nýta tímann betur, að þá er hægt að stytta 4 tíma á viku og þá er dagleg stytting 48 mínútur, þannig að það er mæting klukkan 8 og lokdags er klukkan 15:12. Og þessi sjáu er þarna gert ráð fyrir kaffibolla fyrir og eftir hádegi og síðan þá hádegismat. Og þetta geta þá, þessi sveigjanleiki snýst svolítið það að fólk sé ekki endilega að fara á slaginu klukkan 12 í mat, heldur sé svolítið að finna kerfi sem að passar vinnustaðnum upp á til dæmis að sé búið að manna allar stöður. Síðan er þetta að stytta vikulega, þá til dæmis hægt að fara heim að hádegi einn daginn og eins og Guðrún Jóna kom inn á að þá þetta gengur það ekki upp alls staðar að fari allir
á sama tímapunkti einu sinni í viku og þá er hægt að búa til rúllandi kerfi, eins konar vaktatöflu fyrir dagvinnufólk. Þannig að það sé alltaf einhver sem að sé á staðnum og það sé tryggt að þjónustan verði svo sama og fyrir breytingar. Ef að fólk vill halda forræði á þessum matartímum eða kaffitímum, þar að segja vill geta farið út úr húsi og stjórna því alfarið sjálft hvað það gerir við þá, að þá styttist vinnuvikan minna. Já, fyrirgefðu, þessari klára ætla ég að segja eitthvað frá blönduðu leiðinni. Það er hægt að fara raunverulega svo margar leiðir að styttingunni, hvort sem er að mæta síðan daginn eða fara fyrr á hvaða vikudegi sem er. En hérna er það dæmi eins og var hjá ríkisskattstjóra að fólk lýkur störfum klukkan 3:30, mánudag til fimmtudags og síðan klukkan 2 á föstudögum. En þarna ætlaði ég að segja ykkur frá lágmarksstyttingunni. Það er sem sagt fyrir utan þessa heimild til þess að breyta fyrirkomulagi á kaffitímanum eða matarhléinu, að þá er hrein 13 mínútna stytting, eða 65 mínútur á viku. En ástæðan fyrir því að við leggjum auðvitað mikla áherslu á að ganga lengra er að það skilar ekki þeim markmiðum sem að búa baki styttingunni ef að fólk væri bara 13 mínútur á dag eða 65 mínútur á viku. Og það er eins og samþætting vinnu og einkalífs og betri andleg og líkamleg heilsa. Og það er sömuleiðis hægt að taka þetta út þá vikulega eða daglega eftir hvernig sem að hendar. Það eru fleiri atriði sem er mjög gott að taka til umræðu í þessu umbótasamtali og dæmi þar er yfirvinnan. Það er ekki markmiðið að heildarvinnutíminn lengist við þessar breytingar og þess vegna þarf að ræða menninguna í kringum yfirvinnu og hvernig megi tryggja að hún aukist ekki við breytingarnar og hvað er hægt að gera til þess að ná fram þessum markmiðum sem er að heildarvinnutíminn styttist. Og það er sama með skreppinn. Núna er ofsalega fjölbreytt menning á milli vinnustaða hvernig farið með þessi skrepp. Og þannig eru dæmi vinnustaða sem að fólk er einmitt að fara kannski á hárgreiðslustofuna eða svona kannski einhvers konar einkaerindi sem eru á einhverju leyti valkvæð. Og síðan eru það önnur erindi sem eru kannski ekki öllu leyti valkvæð, eins og að þurfa að fara til sérfræðilæknis sem er búið að bíða marga mánuði eftir tíma hjá. Og þetta er hluti af því sem fólk þarf að ræða á vinnustaðnum, hvernig það ætli að bregðast við. Og ef það er þannig að það sé sátt það að reyna að útrýma skreppum eins og hægt í svona þessum erindum sem að getur stjórnað, að þá þarf kannski að skilgreina hvaða skrepp séu leyfileg og hvort þau feli í sér að fólk stimpli sig út eða ekki. Þannig að þetta er allt raunverulega ákvörðun og það er ekki búið að setja upp neinar fyrirframmótaðar reglur hvað þetta varðar. Þess vegna er raunverulega bara þessir punktar í leiðbeiningabæklunum. Það er ekki verið að segja hvernig eigi að gera þetta, heldur eru svona, hvað maður segja, áminning það hvað sé gott að taka til umræðu. Síðan er þarna í bæklingunum svona ágætis tékklisti þessi atriði sem ég er búin að vera að fara yfir hérna. Þannig að það er alltaf ágætt að kíkja í hann, hvort að maður sé örugglega búin að uppfylla það og það er eins og borgin er búin að búa til glærupakka og svona tékklista fyrir vinnutímanefndirnar til þess að fylgja, til þess að passa upp á að þessi atriði komi öll til umræðu. Eftir þetta samtal, sem er eins og ég segi, það er svona stóra mómentið í því hvernig þú ætlar að breyta vinnutímanum á vinnustaðnum, að þá vinnur vinnutímanefndin úr þessum tillögum og hún gerir þá nýja tillögu. Stundum þarf hún að vera breytileg á milli hópa eftir til dæmis hvort það sé föst viðvera eða ekki eða bara mjög mikil fjölbreytni í störfum eða fjöldi starfsfólks og síðan þá ber hún hana aftur undir starfsfólkið, svona til þess að fá staðfestingu fyrir því að þau séu á réttri leið og hafi metið samtalið með réttum hætti. Auðvitað er þetta ákveðið þroskaferli, þannig að það geta góðar hugmyndir fæðst og gott að maður gefi sér tíma stundum í það. Þannig að í þessu stóra verkefni þá er líka mjög gott að hafa bak við eyrað að það er miklu betra að hugsa þetta vel og vandlega heldur en að vera að reyna að hlaupa mjög hratt í markið. En þegar að
vinnutímanefndin þá raunverulega búin að aftur bera þessar tillögur undir hópur og meta það hvort að þau séu á réttri leið, að þá það lagðar í atkvæðagreiðslu. Og það þarf að minnsta kosti helmingsþátttöku, bæði starfsfólks og stjórnenda, sem þýðir að það starfsfólki sem að ræður för í niðurstöðinni og það hægt að leggja tillögurnar þá fyrir tiltekna hópa ef þetta mismunandi fyrirkomulag fyrir ákveðna hópa innan vinnustaðarins og þá það bara þeir einir sem greiða atkvæði sína tillögu og þar ræður meirihlutinn niðurstöðu. Þessi atkvæðagreiðsla, hún getur farið fram á fundi eða rafrænt. Það auðvitað, kannski þarf að hugsa margt upp á nýtt núna á þessum tímum korónuveirufaraldursins. Þannig að það ekki eitthvað sem svona skrifað í stein, heldur bara vinnustaðana að finna út úr. Síðan þarf að senda þessa tillögu til staðfestingar. Og ef þetta vinnustaður hjá ríki, að þá sendur hann á hlutaðeigandi ráðuneyti hjá sér og ef þetta vinnustaður hjá borginni, að þá sendur hann á viðeigandi svið hjá borginni og það upplýsingar það í bæklingnum og síðan það þá hjá til bæjarstjóra eða einhvers aðila sem nefndur hjá hverju sveitarfélagi öðru fyrir sig. Og það sendt afrit á okkur samningsaðilana, en ef að tillagan felld, að þá þarf að senda líka tilkynningu það og þá vinnutímanefndin kölluð aftur saman. En það getur ekki farið á staðferlið fyrir að búa að fá þessa staðfestingu. Og síðan tekur styttri vinnuvika þá gildi á þeim tíma sem hefur verið ákveðin á vinnustaðnum. Hún tekur í gildi síðasta lagi 1. janúar 2021, en það má byrja fyrr ef að vinnustaðarnir eru tilbúnir. Við ætlum síðan að birta þessar glærur á heimasíðunni eftir fundi dagsins og þar getið þið nálgast þessa hlekki. Þetta kannski ekki mjög þjálir hlekkir. Það einfalt að sjá hjá ríkinu, þar þetta betrivinnutími.is og hægt að velja dagvinna og líka hægt að fara í verkfærakistuna og þar mörg góð stutt fræðslumyndbönd og þessi leiðbeiningabæklingur. Hjá sambandinu þá reyndar hægt að sjá þetta núna á forsíðunni. Annars svolítið krókalega að ná í þetta. En hjá borginni að þá það líka reykjavík.is/betrivinnutími og svo veljið þið dagvinna eða verkfærakista. Og ég vil hvetja ykkur öll til þess að fara í gegnum bæklingin og þetta fræðsluefni af því það ekki bara hlutverk vinnutímanefndar að gera það á vinnustöðunum. Heldur raunverulega bara til þess að fólk fái upp hugmyndirnar og hvernig sem þetta gera þetta til viðbótar við svona fræðslumyndbönd. Að þá alltaf mjög gott að glöggva sig á því. Til viðbótar að þá við með upplýsingar á heimasíðu BSRB og síðan höfum við verið að vinna sérstakri vefsíðu sem heitir styttri.is sem var bara liður í því að koma sem mestri og bestri fræðslu á framfæri til okkar félagsmanna og auðvitað líka stjórnenda. Þannig að við hvetjum ykkur líka ekki bara til að kynna ykkur efni, heldur til þess að deila því áfram. Þetta var held ég örugglega síðasta glæran, já. Þannig að þá við bara komin í spurningar. Já, það alveg búið að koma alveg góður haugur af spurningum. Þannig að ef við bara byrjum. Fyrst nokkrar veikindi. Og í raun og veru, já, fyrsta að það veikind á vinnustaðnum get ég þá labbað út og tekið mína styttingu og endalega þá undirmannað og svo önnur það ef að viðkomandi starfsmaður veikur á þeim degi sem að styttingin á að vera, hvort að hann eða hún eigi þá styttinguna inni og svo inn til viðbótar veikindi ætti að kalla inn starfsmann á frídegi sínum, styttingu 10 hvern dag í þessu dæmi, ef samstarfsmaður veikur sem ætti að vera á vakt. Það þetta ekkert mjög einfalt að svara þessu ef að það undirmönnun á vinnustaðnum. Ef að fólk þarf að vera lengur eða að mæta sérstaklega til vinnu vegna þess að það veikindi, það má hins vegar segja eins og að reynslan sýnir á þeim vinnustöðum sem að alvöru stytting vinnuvikunnar hefur innleitt, svo ég orði það bara þannig,
að þá hafa þessi veikindi dregið saman og eins og Guðrún Jóna nefndi að þá eru þetta ákveðið að vinnustaðurinn myndi setja sér ákveðin markmið í þessum efnum og að einhverju leyti gæti þetta kannski verið að snúast í höndunum á okkur af því að núna á enginn að mæta til vinnu með nokkur einkenni, þannig að þetta eru flóknir tímar. En ég held að þetta sé líka hluti af því sem að fólk þarf að ræða sér til niðurstöðu af því að þetta samtal á vinnustaðnum, það snýst að skapa sátt og svona fyrirsjáanleika. Þannig að fólk viti hvað gerist við bara svona ákveðnar áskoranir eins og verða á ákveðnum vinnustað. Þannig að ef það eru mjög mikið veikindi, þá þarf að velta fyrir sér hvernig verður brugðist við því og ef það er ljóst að veikindi eru að jafna þið það mikil og það sé ekki svona fyrir sig að þau breytist mjög mikið, að þá þarf auðvitað að ræða einhverja aðra leið heldur en að fólk sé stöðugt að ganga á frítímann sinn, þar að segja þessa nýju styttingu. Það var einhver önnur spurning á veikindi. Já, sem sagt, ef ég er veik í dag og ætti styttingadag, hvað verður þann tíma? Já, sko í grunninn að þá er þetta þannig að styttingin á ekki að vera til þess að auka eða minnka réttindi. Og þetta er svona kannski einfalt ef að fólk er að taka út styttinguna til að mistaglega. Þá bara ef þú ert veikur og þá bara ert að fá greitt veikindalaun eins og hvern annan dag og þú ert ekki að taka með þér styttinguna. Og það sama hefur vel að tíðkast ef hún er vikuleg. Mér finnst hins vegar flóknara að svara spurningunni ef að fólk ætlar að fara í einhvers konar lengri uppsöfnun heldur en það. Og ég held að vera líka alveg gott fyrir svona marga dagvinnustaði að hafa í huga að það eru mjög oft frídagar á 50 dögum og svona. Það þarf að gæta ýmsu jafnræði þessum efnum. En þetta er líka liður í því sem að starfsfólki þarf að finna niðurstöðuna í samvinnu. Það er ekki verið að gefa neina fyrirframgefnar línur í þessu. Af því þetta þarf að vera niðurstaða sem allir eru sáttir við og það eru allir að leggja í þennan hugmyndabanka hvernig þeir vilja hafa þetta á vinnustaðnum og hvað gengur út frá þjónustunni og það er alltaf þetta stóra leiðarljós sem að þessi win-win, þessi gagnkvæmur ávinningur, það er að segja að þetta bitni ekki á þeirri þjónustu sem að veita á vinnustaðnum og heldur ekki á raunverulega þeim lífsgæðum sem að fylgja styttingunni fyrir starfsfólk. Okay. Svo eru nokkrar spurningar sem snúa að starfshlutfalli. Fyrst varðandi það hvort að fólk í hlutastarfi, hvort að það megi velja að fá frekar hærri prósentu, sem sagt hækka sig úr 50, 60 eða eitthvað slíkt, heldur en að taka styttingu. Það raunverulega er eitt af skýrum markmiðunum í vaktavinnunni, af því að þar verður ákveðið mönnunargat. En í dagvinnu aftur á móti að þá er allt þetta móti lagt upp á því að þetta leiði hvorki til kostnaðar auka fyrir raunverulega atvinnurekendur og heldur ekki til launaskerðingar fyrir starfsfólk. Ég veit hins vegar af einhverju umræðu breytingu á starfshlutfalli innan þá eins og grunnskólana sem fólk er gjarnan í hlutastarfi og það sé einhver leið til þess að mæta þessu. Þannig að það væri þá bara eitthvað sem væri hægt að taka til umræðu á vinnustaðnum, en það er hins vegar engin trygging fyrir því og það var ekki hluti af því sem við sömdum varðandi dagvinna. Okay. Svo er spurt hvernig að útfæra fólk, styttinguna fyrir fólk í hlutastarfi ef að 100% fólk styttist í 36 tíma, hvernig er það með þá sem er í lægra starfshlutfalli? Já, er 80% manneskjan í 32 stundir á viku og þá styttist hún hlutfallslega og þá myndi hún fara niður í 28,8 stundir á viku ef ég man þetta rétt, það verður einhver annar að setja við Excel-skjali, en þetta er sérst hlutfallsins stytting fyrir hlutastarfsfólk. Þannig að í staðinn fyrir að segja raunverulega 40 sinnum starfshlutfallið ykkar í prósentum að þá gerið þið þá ef að niðurstaðan á vinnustaðnum er 36, bara svo ég haldi því líka til haga. Akkurat, ok. Svo eru aðeins svona skrepp og pásur og fleira. Annars vegar að skreppa til læknis. Oft getur verið erfitt að bóka tíma hjá læknum sem passa við frítímann. Og svo reykingapásur. Já, ég nefndi það aðeins áðan varðandi heilbrigðisþjónustuna. Eins og ég segi, því miður, þetta er ekki svo gott að við séum fyrirframgefnar línur í þessu. Við erum að búa til lýðræði samtala á vinnustaðnum og við erum að finna út hvað fólki finnst sanngjarnt og rétt að gera sem að passar þá þeirri vinnu sem fer fram á vinnustaðnum
en líka að sé verið að tryggja lífsgæði starfsfólks. Og það er auðvitað alveg ljóst að það er fljótt að svona bara snúast í sjálfhverfu sína ef fólk fær ekki að fara til sérfræðilækna. En hins vegar þetta spurning sem fólk verður að velta fyrir sér, á það að vera hluti af lögmætum skreppum og það væri þá hluti af vinnutímanum eða ætlum við einfaldlega að stimpla okkur út af því við erum komið með 36 stunda vinnuviku. Og síðan varðandi reykingapásurnar, það hafa auðvitað mjög margir atvinnurekendur af því þessi umræða hvað yrði kaffihlén og matatímana að þetta myndi umbreytast og vera sveigjanlegt, að þá er raunverulega lykilatriði í þessu er að tryggja samfellu í vinnudeginum, að tryggja það að fólk geti sinnt vinnunni sinni án truflunar. Og síðan hafa það atvinnurekendur vilja raunverulega túlka það þannig, þetta þýði að þegar þú hafir ekki forræði á þessum hléum lengur, að þá getur ekki farið út úr húsi. Mér finnst sumir verið að túlka þetta svona býsna þröngt og það er svona verið að setja einhverja fyrirfram gefnar girðingar í þessum efnum og þetta er bara hluti af því enn og aftur sem að þarf að ræða á vinnustaðnum, hvað fólki finnst sanngjarnt og eðlilegt. Og ég held að það sé nú svona, þó að það sé kannski lýðheilsusjónarmið í því, en þá er það kannski ekki alveg samstarfsfólksins að ákveða að fólk þurfi núna að því að búið að stytta vinnuvikuna að það með ekki lengur fara út í reykingapásur ef að það mátti það fyrir. Akkurat, ok. Svo er hérna nokkrar spurningar útfærsluna. Það er til dæmis hérna hvort að megi safna tímum upp og eiga kannski 2 daga í mánuði og svo er hérna 2 sem í raun og veru alveg eins. Hvort það getur verið margar mismunandi útfærslur í sömu deild eða þá sama vinnustað eða hvort að starfsmenn geti sjálfir óskað. Já, sko við byrjum á þessum uppsöfnunina að þá er markmið með styttingunni er þetta að búa til raunverulega aukin lífsgæði sem felst í því að það er auðveldara að samþætta vinnuna á einkalífið. Það er mjög margir sem að nefna börnin og skuttlið og allt þetta í kringum það og svona vinna sér í haginn á úlfatímanum. En svo er þetta líka til þess að minnka líkamleg og andleg streitueinkenni sem er mjög mikilvægt og það eru rannsóknir sem sýna fram á að svefn hjá fólki verður betri við styttingu vinnuvikunar. Og ef maður nálgast þetta út af því að líkaminn okkar, hann hefur engan svona bensíntank. Við getum ekki fyllt á orkubankan okkar og átt svona varabirgðir og tekið af þeim á nokkra mánaða fresti. Þannig að þá er ég ansi hrædd að ef maður ætlar að horfa til þess að safna bara dögunum upp, að þá er maður ekki að ná þessum markmiðum með sama hætti. Það er í sjálfu sér ekkert sem að kannski bannar það í kjarasamningunum, en það var ekki uppleggið í kjarasamningsviðræðum hjá BSRB og ASÍ. Við vitum að einhver stéttarfélög eru spennt fyrir þessu og auðvitað það líka, eins og ég segi, það er verið að búa til sátt inn á vinnustaðnum og þá kannski svona tengist það aðeins seinni spurningunni að það er að sumir vinnustaði, þeir einfaldlega geta leyft hverjum og einum að velja fyrir sig. Og auðvitað væri það langbest, af því að fólk er bara með mismunandi skyldur í lífinu. Sumir eru með börnin sína aðra hverja viku, aðrir þurfa að sækja börnin sína á ákveðnum tíma, aðrir eru að sinna öldruðum ættingjum og þetta er bara mjög fjölbreytt. Þannig að þá hentar svona kannski mismunandi fyrir hvern og einn, en ég vil samt árétta það að þessi tilraunaverkefni sýna að fólk er svo glatt með styttinguna að það hefur aldrei orðið ágreiningur það hvenær hún er tekin út. Það hefur virðast bara allir mjög sáttir í sínu, hvort sem að það er einu sinni í viku eða á hverjum degi. En síðan þá raunverulega út frá þessu atriði að þá er sko spurningin ef að þetta er ekki hægt, sem er, og það verður að segja þetta og segja, það er ekki margir vinnustað sem geta leyft hverjum og einum að velja, einfaldlega bara út frá eðli starfseminnar, að þá er samt möguleiki á að það henti jafnvel vinnustaðnum betur að þetta sé misjafnt eftir deildum eða sviðum eða eitthvað álíka og það er raunverulega það sem maður þarf að finna út úr. Og það er ekki vinnustaðnum fyrir bestu endir alltaf að sé ein ríkisleið í þessu, þar að segja allir þurfa að gera það sama, en það er ekkert svona eitt augljóst svar í þessu af því þetta er svo ótrúlega fjölbreytt starfsemi hjá ríki- og sveitarfélögum. Einmitt, það er auðvitað svolítið máli með styttingum í dagurinni að þetta er auðvitað mestuleyti bara í höndum hvers vinnustaða fyrir sig. Hér er einn spurning, ég skil ekki alveg þessa spurningu, en ég ætla samt að lesa hana og kannski skilur þú hana, Sonja. Ef fólk er að taka auka orlof til dæmis á miðjum vetri, hausti eða jafnvel yfir sumarfrístímabil, hvernig er þið staðið að því?
Ok, ef við byrjum á því að við komum til að taka raunverulega bara af orlofsdögunum sínum, þessum 30 sem allir munu eiga á næsta ári og síðan nýta það að vetri til, að þá myndi það ekki hafa áhrif þó að styttingin myndi akkurat detta á sömu dagana. Þetta er svipað eins og með veikindin áðan, að þetta á ekki að vera til þess að auka eða minnka réttindi. Auðvitað er náttúrulega hægt að, ef það er til dæmis vikuleg stytting, að setja orlofsdagana í kringum það, og það er bara samtal eins og hvert annað við sinn yfirmann orlofstökuna. Það getur verið annað vinkill á þessu. Já, ég held að þetta sé rétt skilið, sko. Annars bara verður viðkomandi að láta okkur vita. Já. Heyrðu, svo eru svolítið margar spurningar sem tengjast skólasamfélaginu. Það kannski kemur ekki á óvart. Við höfum verið að fá mikið af spurningum frá fólki þaðan. Og já, hér er svolítið svona sambærileg spurning við tókum áðan. Við þurfum kannski ekki að taka hann aftur það ef annað starfsfólk á vinnustaðnum er fjarverandi. Við tókum það áðan varðandi veikindin. Allavega hér er spurning sko fólk í skólasamfélaginu sem vinnur eftir stundatöflu og niðurnjörvað, til dæmis stuðningsfulltrúar. Hvernig fer með það? Þeir eru nú eiga bara að fylgja alltaf sínum nemenda. Já, við erum komin yfir einhvern sem er svona maður á mann. Því miður, og það verður að segja eins og að við erum ekki alveg búin að ná að svona fanga bestu leiðbeiningarnar í þessum efnum fyrir fólk. Það sem við höfum verið að velta upp er hvort að það sé mögulegt að viðkomandi fái afleysingu, en við áttum okkur líka á því að það er ekkert hægt í öllum tilfellum, af því að viðkomandi sem er að nýta sér þjónustuna kannski treystir og þekkir einhvern ákveðin og ekki svo auðvelt að skipta aðila. Það er líka, eins og Dagný var nefna, alveg ótrúlega fjölbreyttar spurningar. Sumir eru 100% vinna því þeir ná að vinna í grunnskólanum og frístundaheimilinu og blanda þessu þannig saman og síðan hefur oft óskir starfsfólk verið að ganga í takt við kennara, þannig að þau séu einmitt að safna upp dögum og taka þetta þá í dymbilvikunni og jólin. Og það er kannski hægt líka að velta fyrir sér einhvers konar blönduðu fyrirkomulagi hjá skólanum. Mér finnst það svona kannski starfsemi vera þess eðlis að við þurfum svolítið að taka út fyrir sviga, þótt ég hafi talað varabirgðirnar á orku áðan, að því að þetta á líka að vera í þessu nærumhverfi. Þú ert að velta fyrir því hvernig starfsemin er og hvernig takturinn er á hverjum stað og hvað er fólki fyrir bestu. Að það væri kannski líka akkur í því að þegar fólk er á heilsastreifingu og er að vinna kannski að meðaltali 43 tíma á viku, að reyna að minnka það að einhverju leyti en líka vera að safna upp dögum. Og bara enn og aftur, þetta er hluti af samtalinu á vinnustaðnum, að fólk sé að finna bestu leiðina til þess að auka lífsgæði sín en líka til þess að tryggja góða þjónustu. Einmitt. Ok, það eru fleiri svona spurningar sem er eiginlega þetta og svo líka spurt sko hvort við höfum heyrt af einhverjum skóla sem hefur leyst þetta mál og þá hvernig. Ég þekki ekki til þess allavega enn sem komið en bara við viljum þetta alltaf fá góðu dæmin eins og þið bara sáuð í myndbandinu og það er rosa gott að heyra frá fólki sem hefur gengið gegnum ferli, þannig að ef eitthvað er í gangi, einhverja góða lausnir, þá bara að gera að hafa samband við annarkvort ykkar aðildarfélag eða þá okkur. Svo eru tvær spurningar varðandi manneklu, önnur sko leikskóla og hin félagsmiðstöðvar. Styttingin og þetta leiðir til þess að eru færri í húsi og fólk er að spyrja bara hvað verður þá, þú veist, hvort álag aukist ekki eða verður mannekla þá. Það er náttúrulega alltaf mjög flókið þegar þjónustan felst í nánum persónulegum samskiptum við aðra einstaklinga. En hins vegar, af því að sko, ef eitthvað einkennir leikskólana okkar, að þá er það eins og kom fram í myndbandinu að er ofta að það eru kannski færri að vinna heldur maður myndi vilja sjá á hverjum stað og þetta er þessi nána þjónusta. En það er hægt að endurskipuleggja starfsemina þannig að raunverulega bara vinnulagið sé öðruvísi og það þurfi færri að vera viðstaddir við einhverja tiltekið svona, hvað maður að segja, svona dagsskipulag hverju sinni. Og þetta er hluti af þessari hugmyndavinnu sem að þarf að fara í gang. Hvernig með ég gera þetta til þess að tryggja það að allir geti notið styttingarinnar.
og það verður að segjast eins og að þegar við fórum af stað með tilraunaverkefnin þá héldum við að þetta yrði svona sá veggur sem að flestir vinnustaðir myndu hlaupa mjög hratt á og yrði bara mjög erfitt að komast yfir, en það var ekki reynslan. Þannig að þetta atriði er að finna út hvað hentar best og svo síðan eins og Dagný var að nefna þá erum við auðvitað að fylgjast mjög vel með. Við erum í samstarfi við launagreiðendur, okkar viðsemjendur og erum að svona vinna að nánari leiðbeiningum. Það eru komnar allar mjög almennar leiðbeiningar en til dæmis verður í framhaldinu skoða betur einhvers konar nánari leiðbeiningar fyrir grunnskólan og fyrir frístundaheimilin. Ok, það er aðeins búið að skýra betur þessa spurningum með orlofið. Við vorum eiginlega að skilja þetta öfugt. Það er sem spurningin ef að starfsmaður að fara í orlof og aðrir starfsmenn eiga styttingu þann dag. Þannig að þetta eru hin veikindaspurningin. Já, en þá, það er náttúrulega yfirmaðurinn sem verður að gefa samþykki fyrir orlofstökunni og þá það vel að hlutverk yfirmannsins að passa upp á að þetta sé allt hægt út frá starfsemina því að hann er náttúrulega meðvitaður hvenær styttingin er tekin út hjá hinum og það ekki að bitna á viðkomandi. Akkurat. Svo eru nokkrar spurningar matartíma og kaffitíma sem þetta heitasta topikið. Hefur fyrri stytting vinnutíma einhver áhrif? Það vinnutími 8-16 með kaffitíma inn í matartíma eða það bara nýr samningur 36 stundir og gert ráð fyrir að hægt sé að taka lengri matarhlé gegn útstimplun? Já, ástæðan fyrir ég var að nefna þetta dæmi með að væri búið að taka kaffitíman og setja inn í matarhléið var að þegar við erum raunverulega ekki lengur, eða fæstir vinnustaðir að taka alveg skilgreindar 15 mínútur eða 20 mínútur þar sem allir setjast niður og svona eins og var kannski gert meira áður fyrr. Auðvitað eru dæmi þannig vinnustaði og við erum auðvitað með dæmi eins og leikskóla þar sem verið að matast með börnunum og þá þarf fólk sín hvíldarhlé þarna á milli. En þessi hugsun ef við tökum bara svona auðveldustu stofnunina, það sem bara allir eru í hefðbundinni skrifstofu vinnu og geta brugðið sér frá án þess að vera leystir af, að þá bara fara þeir áfram í mötuneyti á vinnustaðnum og fá sér að borða. Þeir reyna að vera ekki að sóa eða tímanum eða vera svona mjög lengi að því og síðan fá þeir sér sína bara standa upp og fá sér kaffibolla eða hressingu eða stutt spjall við einhvern eftir því sem hægt er. Síðan koma á vinnustaðnum sem þetta aðeins flóknara. Og þá það þetta, þá á vinnustaðan að komast að sameiginlegri niðurstöðum hvað skynsamlegur viðmiðunartími fyrir þessi hlé, þannig að allir sé að ganga í sama takt og aftur þessi fyrirsjáanleiki, það séu skýra reglur hvernig þetta á að vera í breyttu fyrirkomulagi og þá líka að taka þetta til umræðu. Viljum við hafa þann valmöguleika ef við viljum bregða okkur frá að þá getum við stimplað okkur út og verið þá lengur í burtu. Það svolítið hluti af samtalinu sveigjanleika á vinnustað. Ok, svo einnig dæmið fólk sem borða með börnum í leikskólum og svo bara svona mjög almenn túlkun og neysluhegðun. Hvað eru þau mörg yfir daginn og hvað eru þau margar mínútur? Þarna einhver að hitta svolítið vel naglann á höfuðið. Þetta hluti af því samtali sem við erum að reyna að eiga svolítið við launagreiðendur núna hvort að við ætlum ekki að gefa út nánari leiðbeiningar þetta efni. En flestum þykir að þetta eigi bara að vera einhver ákvörðun á hverjum vinnustað fyrir sig. Og það sem þá sagt í leiðbeiningabæklingunum að það á að horfa til heilsusjónarmiða í þessu. Af því að við vitum að reglubundin hlé, að þau bara veita okkur aukna orku og geta hjálpa okkur við að einbeita okkur betur á okkar verkefnum og okkur líður betur. Þannig að þetta á alls ekki vera þannig að það sé tekin út öll hlé og fólk upplifi að það sé bara að hlaupa allt úr hratt allan daginn. Af því þá erum við búið að taka af þennan ávinning sem styttingin á að gefa. Þá þarf fólk bara lengri hvíld eftir daginn. Þannig að það því miður ekkert viðmið í þessu, en hins vegar það sem verður að hafa í huga að störfin eru miskrefjandi. Þannig að ef að starfi bæði andlega og líkamlega krefjandi, að þá þarf starfsfólk á þannig vinnustöðu miklu oftar hlé heldur en hefðbundna skrifstofufólkið sem kannski bara aðalega í tölvunni
yfir daginn eða sitja einhverja fundi og svona ekki að taka strembinni viðtöl eða eitthvað álíka. Og það eru margar herferðir í gangi sem að segja að sitting is the new smoking, sem að þýðir að það þú sitir allan daginn sé mjög slæmt fyrir þig og líkamaðinn og þá einmitt lagt til að fólk standi upp í 5 mínútur á klukkutíma fresti. Og þessir einstaklingar sem til dæmis að vinna við umönnun eða heilbrigðisþjónustu eða einhver álíka sem eru svona í mjög krefjandi störfum og nánum persónulegum samskiptum við fólk, að þá misjafnt hvað rannsóknir segja hvort að þau þurfi hvíldarhlé annaðhvort á 2 tíma fresti eða 3 tíma eða 4 tíma. Og ég held að þetta sé líka atriði sem að fólk finnur á vinnustaðnum. Og ég held sé mikilvægt að taka það til umræðu. Að þeir sumir eru að taka ótrúlega erfið og þung viðtöl eins og kom fram í myndbandinu, aðrir eru að raunverulega hjúkra eða sinna einhverjum og það svona misjafnir álagstoppar líka stundum í deginum og þá þarf að finna út leiðina sem henta best. Þannig að fólk kom ekki þreyttara úr vinnudeginum í nýju vinnutíma fyrirkomulaginu heldur en áður. En varðandi fólki sem borðar með börnum í leikskólum? Það þá verið að horfa til þess að það verði áfram, en hins vegar að þá fái þau hvíldarhlé eins og hafi verið. Svo getur verið samkomulag á vinnustaðnum að mögulega einhvern veginn að reyna að slípa þau aðeins til og aðlaga það styttri vinnuviku. En eins og kom fram hjá Guðrúnu Jónu að þá starfið þess eðlis og það krefst þess ferli. Algjörlega. Já, svo kom bara ábending, segir að Samhengi hafi samið hefðbundin neysluhlé og það sjálfsög gerðu öll félög BSRB og spurt hvort það sé ekki það sem hefur verið samkvæmt hefðinni 35 mínútur. Þetta auðvitað kannski bara þetta sama, það spurning hvort að verða gefnir út skýrar leiðbeiningar eða hvort þetta fljótandi. Já, eins og staðan núna að þá það alveg klárt að launagreiðendur vilja ekki gefa út svona niðurnjörvaðar leiðbeiningar hvað þetta varðar hversu marga mínútur þetta heldur að beina þið til vinnustaðanna að komast að samkomulag þetta atriði. Og þetta liður í umræðinni og fyrir suma inn í sín vinnustaðasamtöl mjög mikilvægt að muna það að styttingin á kaffitímunum ekki að fara að búa til styttingu vinnuvikunnar. Þetta ekki þannig að þú takir einhverjar x mínútur og búir þannig til meiri frítíma. Fólk þarf ennþá að hafa sín hlé. En þá spurningin hvað skynsamlegt og hvað ekki sóun og raunverulega hversu út frá því annars vegar hversu krefjandi störfin eru og hins vegar bara hvað best fyrir starfsfólki og vinnustaðinn í þessum efnum. Ok, svo eru svona nokkrar ferlið og vinnutímanefndina og fleira. Það fyrsta lagi spurt hvort það sé meirihlutinn sem ræður í atkvæðagreiðslu og þú fórst ágætlega yfir það áðan, hvernig það það meirihlutinn sem ræður. Og svo spurt hvort það sé hlutverk okkar, þá starfsmanna væntanlega, eða trúnaðarmanna, að búa til nefnd eða halda fund varðandi innleiðinguna eða eiga stjórnendur að gera það. Sko það raunverulega forstöðumaður sem kveikir á ferlinu, hann segir nú að fara í gang og hann biður starfsfólkið að tilnefna í vinnutímanefnd sína fulltrúa. Þannig að þá þarf starfsfólkið að koma sér saman það og passa upp á, eins og ég nefndi, að það séu fulltrúar eftir fjölbreytileika starfa eða eðli starfseminnar og sérstaklega föstu eða bundnu viðvörunar eða sveigjanleikann og síðan þá frá hverjum heildarsamtökum. Þannig að það ekki trúnaðarmennirnir sem að þurfa endilega að sitja í nefndinni sjálfri, heldur tilnefna þeir inn í hana og að hjálpa starfsfólki við að skila sínum tillögum. En getum við ekki verið sammála það samt að ef þetta ferli ekki verið í gang, þá það sjálfsagt að pikka í forstöðumann? Jú, algjörlega. Og það allir launagreiðendur raunverulega búin að segja það, búin að hvetja þá alla stjórnendur innan sveitarfélaga og ríkisins að hefja ferlið, þannig að það bara að gera að reyna að ýta þessu stað. Ok, svo spurt hvað æskilegur fjöldi einstaklinga það kannski svolítið erfitt að svara því fyrir þetta eftir bara fjölda heildarsamtaka og fjölda starfa hópa. Þú veist, það þetta í svona nefndum alltaf gott að reyna að hafa eins fáa og hægtir, bara upp á skilvirkni, af því það reynslan sýnir og það bara orðið oft flókið að ná utanum þegar eru mjög margir og svona ólíkar kannski skoðanir sem að flækja fyrir líka. En það þarf hins vegar að passa upp á að sé allavega einn þá frá BSRB aðildarfélögum og einn frá ASÍ og saman með BHM og þá félag grunnskólakennara eða
Nei, leikskólakennarar ætlaði að segja. Og síðan út frá fjölbreytileikanum. Og þá erum við ofta komin í vandræði með að segja einhverja eina tölu af því að þetta geta verið svo ótrúlega stórir vinnustæðir með svo mörgum, miklu starfsfólki í vinnu að því miður. Það er engin einlína í þessu heldur. Ok, hér er spurning hvort að yfirstjórn á vinnustæði geti ákveðið að stytta bara um 1 klukkustund fyrsta árið og ef það gengur að stytta þá um 2 klukkustundir annað árið og svo koll af kolli. Þar til fullir styttingu náð á ekki að fara í fulla styttingu strax ef starfsfólki kýs þá leið. Yfirstjórnin ákveður náttúrulega ekki neitt, af því þetta er samtal sem allir taka þátt í á vinnustæðnum og það eru allir að móta þessa tillögu saman. Það virðist vera að einhverjum finnist þetta sniðug leið að þrepa inn raunverulega styttinguna, einmitt klukkutími í einu eða eitthvað álíka. En svona miðað við það sem rannsóknir segja, þá er það raunverulega bara verra fyrir vinnustæðin. Af því þegar þú ferð í þetta umbótasamtal, þá ertu að skoða hvert einasta skref í vinnudeginum og ertu að átta þig á því hvað er hægt að gera til þess að nýta tímann betur. Og það passar þá ekki að vera að velta við öllum steinum í því ferli en alltaf síðan bara taka klukkutími í einu. Það er ekki til þess að hjálpa vinnustæðinum. Hins er alveg skynsamlegt að ákveða eitthvað fyrirkomulag sem vinnustæðurinn vill prófa í kannski 2-3 mánuði og taka svo stöðun aftur og velta fyrir sér, erum við á góðum stað núna, þurfum við að fínslípa eitthvað og halda svo áfram eða hvernig viljum við gera þetta? Viljum við breyta þessu? Er þetta bara ekki að ganga og þurfum við bara betra samtal og meiri tíma eða eitthvað álíka og fá þá aðstoð við það. Þannig að ég held að það sé meira leiðin heldur en hitt. Það er ekki að hjálpa neinum að þrepa þetta tímalega síðan. Einmitt, og svo er spurt hvort að eitt skuli yfir alla ganga vinnustaðnum og því hvað stéttarfélagið tilheyrir og það auðvitað getur verið alls konar bara eftir því hvað vinnustaðurinn getur boðið upp á og hvernig samkomulagið hljóðar. Já, það er náttúrulega málið og það þarf að finna niðurstöður sem allir geta unna við. Þetta er meiri hluti sem ræður. Akkurat. Ok, svo er ein spurning þann hóp sem kallast dagvinnumenn á vöktum, hvort þeir flokkast sem dagvinnufólk eða vaktarfólk. Og sko, þetta er bara mjög góð spurning og það er svolítið verið að byrja að skoða þetta í þessu innleiðingarferli bæði þá fyrir vaktarfólk og dagvinnufólk og það þarf eiginlega bara svolítið að skoða hvert og eitt dæmi fyrir sig. Þannig að það er svolítið erfitt að svara svona almenni spurningu þetta. En þið með endilega bara hafa sambandi með einhverjar nánari spurningar en það sést, ég veit til þess að ríkið er til dæmis með sérstaka fund í næstu viku bara þetta og ég átti til dæmis samtali sjúkraliða í gær þar sem stórir hópar af sjúkraliðum sem bæði á spítalanum og öðrum heilbrigðisstofnunum og líka í heimahjúkrun sem í þessu fyrirkomulagi. Og það bara svolítið að skilgreina það, af hverju er þetta fyrirkomulag, er þetta raunverulega vaktarfólk eða hreinlega bara setja fólk bara yfir í dagvinnu þá. Svo er síðasta sem er komin, svona varðandi sveigjanleika, hvort það sé í lagi að láta vinnustund halda utan vinnuskilin, skilgreina vinnutíma sem 36 og svo geta starfsmenn með sveigjanlega vinnutíma vali hvort það fer fyrir daglega eða hálfan dag vikulega til dæmis. Sko, nú bara svona aðeins án ábyrgðar að þá hef ég skilið það þannig að það sé í þróun hjá vinnustund en ég ætla bara að punktum þessu spurningu hjá okkur og sem getum við það bætt henni við í spurt og svara hjá okkur þannig að ég geti svarað á einhverja ábyrgð og sé mér meira í höndunum. Ég er ekki alveg viss með þetta heldur en það er mikið verið að vinna í vinnustund þess dagana bæði út af þessu og líka út af vaktavinnunni sem er kannski aðeins svona flóknari breytingar. En ég held að spurningan séu komnar, ég vona ég hafa ekki gleymt henni. Nei, það bara kannski sendir ykkur að fara svona loka mínútu til þess að senda bara hérna. Glemtist eitthvað mikilvægt. Já, sem sagt vinnustæðir sem eru undirmannaðir samkvæmt lögum og reglum verða þessi vinnustæðir réttmannaðir áður en ferlið hefst. Sko, í grunninn þá náttúrulega er það bara sífellu verkefni að reyna að tryggja mönnun á vinnustöðum og
og það kannski líka eitthvað atriði sem að þarf að taka til umræðu, hvort að starfsfólki upplifi að það sé einfaldlega hægt að fara í styttinguna ef það ekki búið að manna. En hins vegar má þetta ekki vera atriði sem að erum vel að tefja fyrir ferlinu. Af því það kannski eiginlega enn stærri spurning hvað að valda því að það sé ekki hægt að manna. Og einn af kostunum þetta styttingunni að það á að vera auðveldara að fá fólk til sín í styttri vinnuviku. Þannig að vonandi þetta eitthvað til þess að laða fólk á. Var þetta að loka spurningin? Býtu nú við. Við erum komið svolítið vel yfir tíma. Ég vona að fólk sé ekki ósátt við að við séum bara að halda hérna áfram. Já, það getur alltaf lokað sér út. Sko, nei, það bara eitthvað svona ábending varðandi vinnustund. En ég held að við ættum bara að skoða það mál aðeins með fólki sem veit. Já, ég veit að það í vinnslu. Að Fjársýslan að skoða breytingar á vinnustund. En eins og ég segja, betra að við komum bara með það aftur alveg skýrt hverjar þær eru. Þá held ég við séum bara góð. Þá ætla ég bara að þakka kærlega fyrir fundin í dag. Það var ótrúlega gaman að vera með ykkur og einmitt að fá að heyra spurningarna sem að brenna á ykkur. Og við viljum líka, eins og Dagný minntist á áðan, hvetja ykkur til þess að hafa samband við ykkar stéttarfélag eða vakna einhverjar spurningar, en líka ábendingar kannski einhverjar fyrirmyndir sem að væri gott að við myndum fjalla á okkar miðlum, af því við erum alltaf að leita góðum reynslusögum, af því þetta eitt stórt samvinnuverkefni. Þannig að við erum öll að hjálpa staðið þessu eins og öðru. En bara takk kærlega fyrir fundinn. Verið sæl.